Jæja, gott fólk. Í dag þá gekk ég frá Santa Domingo de la Calzada til Belorado og þetta voru svona frá mínum upphafspunkti sem var alveg við Caminoleiðina og það sem ég gisti sem aðeins svona utar, pínu í sveitinni. Þá voru þetta í kringum 25 kilometrar. Og af því að ég alltaf að tala veðurfregnirnar frá Veðurstofu Jakobs Veðurins þá rigndi ekki eins og búið að vera spá sem betur fer vegna þess að það var ískalt í morgun. Það voru 4 gráður og bara köld gola og eitthvað og svo mér bara sagt að heima sé dásamdar veður og einhverjar, miklu hærri hitatölur allavega. En ganga var bara fín, allt í lagi, ég meina hún var rosalega mikið meðfram hraðbrautin í dag. Það voru tvisasinnum á leiðinni sem að við svona gengum út úr, ef maður getur orðað þannig, hraðbrautinni og ég verð nú að segja það var ósköp gott vegna þess að það er mikil umferð trukka á leiðinni og ég gerði kannski sömu mistökin í dag og í gær að ég stoppaði ekki á svona fyrsta stoppistað. Reifa með pokan eitthvað smávegis og fekk mér vatnssopa með saltum í og svo stoppaði ég ekki fyrir 18 kilometra og það er ekki skynsamlegt. Þannig að ég er að fara langan veg á morgun og 30 pluss og er alveg búin að pæla það út að vera nú skynsamari en það var ég mjög þreytt og í fyrsta skipti í dag að þá tók ég mig pínu lúr eftir ég var komin hérna í sveitina og ekki það var mjög gott. En þetta bara búið að vera gaman, maður að hitta bæði mikið af nýju fólki sem að byrjaði á Grænjó en líka enn að rekast á suma sem að maður hefur bæði gengið með og sest niður og spjalla við og alltaf. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt að hitta allt þetta fólk og í kvöld á þessu stað sem að ég er á hér núna að þá eigandinn, þetta er semst gömul vass, ekki mylla en það sá semst fyrir keyrði, ef ég hef skilið þetta rétt upp rafmagnið og sá fyrir einhverju vatni eða einhverju slíku. Þannig að aðeins að kynna mér það betur, hann var að reyna að tjá sig eigandinn. En þeir keyptu þetta bræður fyrir einhverjum 20 árum og hafa verið að endurgera og hefur tekist bara ljómandi vel og það er svona misheitt í rýmunum, það er heitt í herbergjunum, ískalt á milli og svo er heitt í eldhúsinu, þar sem að hann eldaði fyrir okkur sem að hér vorum bara 4, gistum hér 5 samt sem áður. Einn fór niður í bæ að hitta vinna og borða með þeim, en ég átti sameiginlegan kvöldverð með 3 frökkum og það var bara skemmtilegt samtal. Þannig að þetta var svona aðeins öðruvísi heldur en að verið hefur, en algjörlega bara dásamlegt og ég er bara svo glöð yfir það rigningi og hann segir mér það eigandinn hér að það spá ekki rigningu á morgun, þannig að það er bara frábært. Af því að á morgun eins og ég sagði áðan er langur dagur og maður vill nú helst ekki vera mikið blautur í fæturnar ef þessi er nokkur kostur. En þangað til næst, þá er þetta svona. Jæja, gott fólk, þá er það hér hefðbundna morgunvídeó. Hér er hangir hann þurr ennþá. Klukkan er 5 mínútur í 8 og það eru svona cirka 23, segir bókin, sem að verður gengið í dag. Ég ætla að vona ég geti tekið einhverja myndir að vera ekki svo leiðilegt veður að það verði ekki eitthvað myndefni. En þangað til næst. Þetta er nú fallegt. Bjart og fínt en það. Og margir á leiðinni, þó kannski ekki spennandi að vera svona meðfram hraðbrautinni, það fylgir þessu. Nú erum við semst að kveðja La Rioja svæðið
og við erum að koma hér inn á Castilla y León, eins og þið sjáu þarna á þessu skilti. Þetta er alveg dásalegt enn sem komið er. Jæja, nú er ég komin inn í Beldorado, eða Belorado líklega, á maður að vera eitthvað spanskur í þessu. Og klukkan er korter í 1, ég er búin að vera í 4 tíma og 18 mínútur og ég er búin að ganga 23 kilometra. Og hann hangir þurr en það er engin afgangur af því, þannig að hérna, en ég vona það svo sannarlega að ég komist alveg á áfangastað áður en að hann hellir úr sér, því það held ég búist nú flestir við að það verði, en þangað til seinna. Hérna er ég komin niður á Plaza þeirra hérna. Allt þetta er fátt af fólki en það er frekar kalt í veðri. Svona eins og gluggaveður, myndum við segja líklega á Íslandi.